Hæ, hér eru nokkrar stillingar sem þið gætu kannski vilja gera í stillingaforritinu. Ef við opnum stillingar og förum í General, þá getum við breytt nokkur mikilvægum hlutum hérna. Undir Date and Time getum við breytt hvernig klukkan birtist okkur og ein mikilvæg stilling til þess að passa upp á að sé alltaf stillt rétt er Time Zone. Við viljum að Time Zone sé stillt á Reykjavík, þannig að við fáum klukkuna sem er á Íslandi. Undir Keyboard getum við breytt ýmsum stillingum sem koma á lyklaborðinu. Við getum til dæmis bætt við öðrum lyklaborðum ef við til dæmis viljum vera með ensku, dönsku eða annað lyklaborð. Og við getum tekið af ýmsa takka sem okkur kannski finnst óþarfa að vera með. Eða við getum tekið af stafsetningarleiðréttinguna. Ef við förum í Language and Region getum við síðan breytt tungumálinu á spjaldtölunni. Undir iPad Language getum við breytt tungumálið yfir í annað tungumál, eins og til dæmis dönsku eða þýsku. Og hérna niðri getum við síðan breytt í hvaða röð tungumál eiga birtast á lyklaborðinu okkar. Ef við förum undir Display and Brightness getum við síðan breytt ýmsum útlitslegum hlutum spjaldtölunar. Hérna til dæmis getum við valið á milli þess að vera með ljóst eða dökkt þema. Við getum stillt birtustigið á skjánum. Undir Autolock getum við stillt tímann sem það tekur fyrir spjaldtöluna að fara sjálf í hvíldarstöðu. Þannig að ef Autolock er til dæmis stillt á 10 mínútur, þá slekkur tölvan á skjánum eftir 10 mínútur ef ég ger ekki neitt. Og undir Night Shift getum við síðan látið skjáinn verða appelsínugulan á kvöldin til þess að líkja eftir sólsetri. Og þetta filterar út alls konar óæskileg bláljós sem að gætu haft áhrif á svefninn. Og ef við förum í Accessibility, þá getum við bætt við ýmsum hlutum sem að geta auðvelda okkur að lesa skjáinn ef við erum til dæmis með mikla fjarsýni. Og þá getum við gert hluti eins og að stækka letri á skjánum, breyta skerpunni, gera textan feitlitraðan og við getum meira sér fengið stækkunargler á skjáinn til þess að auðvelda okkur að lesa smáan texta. Síðan seinast undir Touch ID and Passcode getum við sett á lykilorðslæsingu fyrir spjaldtölun okkar og lykilorðslæsingin getur verið í formi pins, lykilorðs eða fingrafars. Þannig að þetta eru helstu mikilvægu stillingarnar sem við mælum með að þið breytið og þið getið einmitt alltaf komist í þetta í stillingaforritinu.